Já, eins og við nefndum áðan við Gunnar Smári þá hafa orðið alveg gríðarleg viðbrögð við viðtali sem við tókum við Jódísi Skúladóttur þingkonu VG í gær. Hún ávarpaði þar brennivínsmenningu þingmanna, getum maður sagt, og fátt hefur verið meira rætt síðasta sólarhring en það hvort þarna sé einhver svona ósiður, einhverja leifar á gömlum tíma sem að hafi í rauninni fengið að krauma án þess að upprættar hafi verið, ef svo mætti segja. En hvernig skildi ástandið vera til dæmis í öðrum kimum stjórnmála á Íslandi? Hvernig ætli áfengismenning sé í bæjarstjórnum og borgarpólitíkinni? Við ætlum að skoða það. Sanna okkar borgarfulltrúi sósíalista í borgarstjórn Reykjavíkur, velkomin. Takk fyrir. Þegar þú hófst pólitísk störf sem borgarfulltrúi, var þá eitthvað sem kom þér á óvart í sambandi stjórnmála og áfengis? Já, það var að sjá áfengi á viðburðum, að sjá einhvern veginn þegar það er boðið upp á til dæmis léttar veitingar eftir einhverja svona fundi eða samkomur eða málþing, að léttar veitingar þýðir í rauninni áfengi og það komur á óvart hvað ég byrja að taka eftir þessu aftur og aftur. Til dæmis á viðburðum þar sem að sveitarstjórnarfólk, þá borgarfulltrúar, bæjarfulltrúar koma saman á einhverjum svona sameiginlegum ráðstefnum eða hittast út af einhverju málþingi eða eitthvað svoleiðis, að þá er oft þegar að það er búið þá erum við hvött til þess að fara fram og fá okkur léttar veitingar og mér finnst nú gott að borða góða mat og sérstaklega eftir langan dag og ég svona hugsaði bara vá, ætla að verða einhver svona góða matur þarna frammi og svalandi drykkir, en þá er oft eitthvað svona sem maður getur fengið sér, ávextir og ýmislegt, en einmitt áfengi, rauðvín, hvítvín, bjór, og mér fannst sláandi að sjá einhvern veginn að það væri verið að tengja áfengi við vinnu tengda viðburði, af því að auðvitað ef við viljum spjalla betur saman eftir vinnu eða eftir einhver svona fundi, að þá er bara sjálfsagt að skella sér á barinn ef við viljum fá okkur áfengi með því. Þannig að mér finnst svona sérstakt að sjá þetta í rauninni einhvern veginn svona komið inn á vinnustæðin og get nefnt dæmi eins og bara þegar að fundir eru að funda svona síðasti fundurinn til dæmis fyrir jólafrí í borgarráði, að þá hefur verið áfengi þegar við erum að klára umræðu fjárhagsáætlanagerð sem er einu svona ári og tekur oft svona mjög á og við erum kannski langt fram á nótt og þá er mitt boðið upp á þessar léttu veitingar og mér finnst bara ekki viðeigandi þetta sé á vinnustæðnum. Mér finnst það alveg sérstakt, þú veist, ég get alveg skilið að fólk vilji svona fagna og það sé svona tilefni til og en einmitt, þetta er svona sem maður hefur tekið eftir, að það er mjög oft áfengi eftir einhverja svona viðburði. Við Gunnar Smári vorum einmitt að ræða að sko á blaðamannafundum fyrir áratugum, þá svignuðu öll borðstundum áfengi, en það eru 30-40 ár síðan þeirri ómenningu lauk, en í stjórnmálunum sem sagt lifir þetta. Já, mér skilst sko að þetta hafi mitt verið verra fyrir mína tíð og þá hafi fólk bara verið, þú veist, í því jafnvel sko ekki verið að bíða eftir að fundurum væri búinn, heldur að það hafi bara verið í því þegar það var verið að ljúka fundi, sem er náttúrulega mjög alvarlegt, en þú veist já, mér finnst bara sérstakt að það sé einhvern veginn hvað maður sér oft áfengi einhvern veginn og bara svo ég get líka nefnt sem dæmi að þá sko voru við á svona 2 daga ráðstefnu fyrir sveitarstjórnar menn og það voru svona kynningarbásar fyrir utan í rauninni fundarherbergi þar sem umræðurnar fóru fram og þar var hægt að tala við fyrirtæki og samtök sem að kannski koma að einhverju sem tengir sveitarstjórnum og eitt fyrirtæki sem var með kynningarbás var innheimtufyrirtæki. Og að því að sveitarfélög eru ofta ráða til sín innheimtufyrirtæki til að annars innheimtu reikninga og vanskil. Og þá er bjór þar á borðinu þar sem kynningarbásin er og maður hugsa svona byrju af hverju bjór hér
mér finnst það mjög sérstakt sko. Það er mjög sérstakt. Og þetta eru sumir sem einhvern veginn geta fengið sér einn drykk einhvern veginn í lok fundar en aðri kannski ekkert áfengstað að geta bara fengið sér einn og síðan hætt og þú veist, af hverju þarf að vera áfengi, ekki hægt að bjóða upp á eitthvað svona góða þeytinga, nærandi þeytinga eða eitthvað svoleið sko. Þannig þetta einhvern veginn rosalega sýnilegt, þú veist, létta veitingar sama sem áfengi og við erum í þannig starfi sveitarstjórnar fulltrúar að við þurfum ofta að vera tilbúin, þú veist, maður veit aldrei hvenær blaðamaður hringir í mann eða óska eftir því að maður mæti út á sviðtal eða bregðist við einhverju. Nei, þetta er engin 8-4 vinnutími að vera borgarfulltrúi. Einmitt. Og svona áður en ég fór í þetta starf sem borgarfulltrúi þá kem ég úr háskólaumhverfinu og ég get sagt einmitt, þú veist, ég drakk meira ég drakk oftar. Þá var maður kannski að fara eftir verkefnaskil á stúdendakjallarann og fá sér bjór með vinunum, en mér finnst ég bara einhvern veginn ekki svona hafa tíma til þess einhvern veginn, mér finnst þetta ekki passa saman. En það varst þú sem ákvæmst að fara á barinn eftir prófun í háskólanum, það var ekki háskólinn sem bauður í glas. Nákvæmlega. Og þú ert að segja í rauninni að Reykjavíkurborg, hún býður í glas. Það er Reykjavíkurborg sem að kaupir þessa áfengu drykki. Einmitt. Já, og svo ég hef aldrei verið að vinnustað þar sem að vinnuveitandinn er að bjóða mér upp á áfengi. Nei. Og svona, þú veist, eins og bara ég man, ég held að vera á síðast ári að þá sem sagt borgaráð fundar að jafnaði einu sinni í viku, alla 50 daga og þetta var síðasti fundur fyrir jólafrí. Og ég meina sjálf sagt að fá sér, þú veist, kakó og piparkökur og aðeins að svona kannski kveðjast áður en við förum í jólafrí. Og þá er sem sagt einmitt boðið upp á svona heita drykki og svo er einhver flaska með áfengi í og mér minnir þetta að vera sko fyrir hádegi á 50 verið að segja að við getum fengið okkur að skota einhverju og þú veist, ég hugsaði bara með mér þó þetta sé síðasti fundur borgarráðs fyrir jólafrí að þá ég eftir að fara fleiri fundi og líka okkur ætti að fá mér skot klukkan, þú veist, 11 á 50 í vinnunni. Man finnst þetta svolítið vafasum skilaboð, sko, bæði til ykkar, borgarfulltrúana, og líka bara svona lýðheilsulega vítt og breytt yfir. Pínlítið gamaldags hugsun. Og svo sumir, að því við erum ofta á einhverjum svona sameiginlegum viðburðum með kannski öðrum bæjarfulltrúum frá öðrum sveitarfélögum. Og sumir vilja kannski meina bara vávart, ég ger alltaf mikið úr þessu, það hefur verið að bjóða upp á þessa áfengu drykki eiginlega bara svona eftir á, þú veist, við lok fundarhalda. En þarna ertu samt að tengja þetta saman, þú veist, þú ert með þetta inn á staðnum þar sem við erum öll saman komin í vinnu sem er pólitísk, þar sem við erum ofta að ræða bara mjög viðkvæma hluti, þannig að mann finnst ekki alveg fara saman einhvern veginn að þetta sé svona mikil áhersla á öllum þessum viðburðum. Þið eigið að vera til fyrirmyndar. Einmitt. En sko, mér langar aðeins að velta því upp líka og þú hefur sem sagt kannski þá fylgst svolítið spennt með umræðinni núna, fréttaumræðinni síðan Jódís Skúladóttir steig fram af því að þú hefur alveg verið að velta, ef ég skilði þig rétt, þá hefur þú svona verið hugsi yfir þessu, en þér hefur kannski ekki fundist sæma þér eða passa að rjúfa svona ákveðna þögn sem er í kringum hennar kúltúr. Ég svona upplifi að fólk sé hissa á því að ég sé hissa á því að þetta sé einhvern veginn svona viðmiðið að sé bara, þú veist, verið að fá sér drykk kannski eftir fund og svo ég takja fram, það er ekki svo að sé, þú veist, eftir alla fundið, það er einhvern veginn svona við ákveðna tímasetningar en samt, þú veist, það er líka eitthvað sem er ekkert eitthvað eðlilegt að mínu viti, en þú veist, það er eins og sé meira svona, þú veist, einmitt að það veki svona furðu að maður sé að hneykslast yfir þessu og það er svo auðvelt einhvern veginn kannski að svona sogast inn í hitt. Þetta er ennum gýr einhvern veginn, þú veist, það verður rétt um manni glas og hérna vill ekki skála með okkur og eitthvað svoleið, sko. Og sósíalistar lögðu frá fyrirspurn, það er nú komið, það er mjög langt síðan við lögum fram fyrirspurn í borgarráði bara kostnað vegna áfengis sem að fer í, þú veist, þessa viðburði sem að borgarfulltrúar eru að sækja. Það er nefnilega það, þið hafið svona formlega spurt. En ekki fengið svar og hvað er langt síðan lögðu fram fyrirspurnum? Það er svo langt, það er örugglega yfir ár, sko. Það á ekki að svara þessu. Af því það er líka, sko, þú veist, mér skilst það sé erfitt að svara, af því það sé erfitt einhvern veginn að taka sérstaklega fram varðandi viðburði sem tengjast, þú veist, bara borgarfulltrúum. Mikill hvati til þess að finna sér einhverja fyrirstöðu til þess að svara þessu ekki. Já, mér svona sýnist þetta, þú veist, ég þegar ég myndi þetta bara allt í einu og ég mani mitt að ég var eitthvað að tala við skrifstofuna og þau voru svona að reyna að hjálpa mér að
setja þetta skýrt fram svo ég gæti fengið svar en ég man einmitt eftir þessari fyrirspurn sem ég þarf núna að fara að ítreka kostnað, þú veist, vegna þessa sko. Já, það búið að vera kostulegt að fylgjast með umræðinni á meðal þingmanna líka í þessu máli að sko, það liggur við að það sé bara frétt að það sé í lagi með suma á ögurstundu og við höfum bara einblín á það og sko nú hann Birgir Ármannsson búinn að segja það að hann ætla að tala við formenn allra þingflokkana á Alþingi og brýna það fyrir þeim að eftirleiðis séu þingmenn ekki að staupa sig á börum úti og taka svo þátt í einhverjum umræðum. Það má kannski rifja það upp fyrir ykkur áhorfendur sem ekki vitið alveg hvað við erum að tala að Jódís Skúladóttir, hún gerði sérstaklega að umræðu efni uppákomu varðandi þingslit í sumar og sagði að áfengisneysla hefði þá farið úr böndunum og mátti á orðum hennar skilja einhverju þingmenn hefðu verið þarna nálægt að verða sér til skammar. En Birgir Ármannsson, hann ætlar semst að tala við formenn þingflokkana sem þýðir það að það eru þetta eitthvert mál í gangi. Það er ekki hægt að blása þessu bara burt eins og einhverju ryki. Þess líka áhugavert að sjá sko viðbrögð eins og Bjarni Benediktsson segir, þú veist að heilt yfir sé þetta ekki vandamál og almennt sé þetta ekki vandamál eitthvað svoleið sko, þú veist að hugsa maður svona þannig að það hafi greinilega komið upp tilfelli þar sem að það hefur þurft að gera athugasemd eða eitthvað hefur þótt svona ekki í lagi og mér finnst einhvern veginn svo augljóst að maður sé bara, þú veist, ætti ekki að vera undir áhrifum í þessu starfi og líka ýmislegt sem að kannski ekki mikið fjalla þú veist, sem tengist þessu líka eins og þegar kjörnir fulltrúar fara erlendis í vinnuferðir, þú veist, hvar eru skilin, skilur, þú ert komin út, þú veist, ert að fá þér áfengi með hádegismatnum áður og sækir síðan einhverja fundi til sérfræðinga erlendis, þú veist, hvar línan dregin. Já, þetta línan, sko, ferðalagi sjálft hluti vinnunar, ekki satt. Vinnuferðalag. Og maður sér oft þingmenn og borgarfulltrúa fá sér bara vel í glas áður en þau fara upp í flugvélina. Eins og þá sé svona tekin við annar heimur. En það er ekkit eðlilegt. Nei, og þú veist, við erum náttúrulega í vinnunni. Við erum náttúrulega að vera tilbúin líka til þess og þú veist, maður spyr sig líka hvað hefur áhrif inn í næsta vinnudag þó sér kannski tæknilega séð ekki á einhverjum fundi en ert að fá þér vel að drekka á milli funda. Þú veist, það hlýtur væntanlega að hafa áhrif kannski á upplýsingarnar sem meðtökur eða þú veist að það er mikið. Svo spyrir þetta spurninga sko hvort menn séu bara svona taugaveiklaðir, hvort álagið sé svona mikið að pólitíkusar noti fyrsta löglega tækifæri bara til þess að skella í sig af því að það sé svo mikið stress og mikið álag. Gæti verið, en þá er náttúrulega kannski ekki sniðugt að sé vera að íta þessu svona að kjörnum fulltrúum að þetta sé einhvern veginn að fyrsta sem tekur við þegar þú lappar út af einhverju 8 tíma eða heilsdags fundi eða málþingi að þá einhvern veginn bara svona blasir við þér borð þar sem það eru bara búið að raða hvítvínsglösunum og svona ætla stela til þess og þú bara takir upp hvítvínsglasið. Og mörg okkar vitum það ef við erum undir mjög miklu álagi þá er betri leið að labba á esjuna, fara bara upp á steini og aftur niður til þess að losa sig við spennuna heldur en að drekka sig í blackout. Mér finnst ekki að sérst að þetta sé svona svo ég sletta eins svona normalíserað í rauninni að þú veist að sé einhvern veginn bara eitthvað allar ekki fæði létta veitingar, þú veist með hópnum og eitthvað svona. Jafnvel þrýstingur. Já, þú veist, eða svona óbeint, jú, kannski, en líka bara þú veist að því að þetta þekkist ekkert eitthvað öðrum starfstéttum svo ég veit allavega ekki, þú veist, ég vann á Serrano og það var ekki eins og við varum eitthvað að hella í okkur þegar við vorum búin að loka staðnum, sko. Nei, þetta er kannski eitthvað í viðskiptamenningunni á þess að ég viti það svo vel, en þetta á allavega eiginlega ekkert erindi inn í samtíman í stjórnmálunum á Íslandi í dag. Nei, þú veist, við erum að taka ákvarðanir og móta stefnur og þú veist, erum með lýðheilsustefnu og allt þetta og þú veist, við erum að vera skýri kollinum til þess að taka allar þessar ákvarðanir og eiga góða umræðu og ég meina, þú veist, auðvitað gerir fólk bara í sínu frítíma það sem maður vil gera, en það þarf svona að aðskilja þetta frá vinnunni. En þegar þú ferð út á land, ég vænti þess að þú hefur svona tekið þátt í einhverju svona samstarfi við farið til Akureyrar eða eitthvað ég giska á það. Eru bæjarstjórnir út á landi með svona svipaðan kúltúr og borgarstjórnir Reykjavíkur að þar eru dregnir upp hvítvinskassarnir við flest tilefni? Já, það eru svona léttar veitingar. Já, þannig að þetta er bara eitthvað sem er svona frekar landlægt. Já, ég myndi segja það. Já, einmitt. Þegar þú hefur ferðir út fyrir landsteinana maður heyri stundum svona sögur að sumir séu tæpir sko, þessi stutt í skandala
hefur orðið vitnað einhverjum svona uppákomum þar sem að menn hafa bara orðið sér til skammar á pólitískum vettvangi á þess að ég sé að biðja einhver nöfn eða svoleiðis. Þú veist, ekki til skammar, þú veist, ég get ekki sagt það, en nei, ég get ekki sagt það, en þú veist, maður svona, ég get bara sagt það að maður tekur eftir drykkjunni í rauninni óháð í hvaða landi við erum í. Já, einmitt. Fagnar þú þessari umræðu sem verið hefur? Já, ég gera það og mér finnst bara mjög eðlilegt að þetta sé að mitt tekið til umræðum, bara hvað teljist eðlilegt, hvað ekki og bara einmitt, þetta er bara mjög mikilvæg umræða, gott að vera með hana og einmitt í ljósi fregna að hvað var þetta, fjórðungur landsmanna Já, sem stundar áhættu drykkju og umræðan að það þurfa að setja áfengi í búðir, þú veist, maður spyr sig bara, þú veist, af hverju er það eitthvað mikilvægt, þú veist, og svona einmitt bara svona umræðan þegar maður er kannski í þessari stöðu og svona finnst einhvern veginn viðeigandi að vera með og fá sér einhvern svona einn drykk og svo er maður bara eitthvað að býta af hverju er ég að drekka þú veist, bara labbaði burt. Einmitt, og það þýðir ekkert að vitna til þess að þetta hafi alltaf verið svona því að það eru svo miklar breytingar sem hafa orðið á samfélaginu síðan eitthvað var einhvern veginn, til dæmis fyrir 45 árum keyrðu fæstir landsmanna með bílbelti. Nú keyrum við með bílbelti. Og eins og ég sagði áðan, það er ekki lengur áfengi á blaðamannafundum. Sá er bara að tala um einhver astni sem ætlaði að bjóða upp á áfengi á einhverjum blaðamannafundum. En svo spila kannski inn í, þú veist, það eru ákveðin rými í þessu starfi sem eru dálítið svona, þú veist, lokuð. Það er ekki eins og sé alltaf kveikt á myndavélinu og allt í beinni. Þannig að, þú veist, fólk kannski kemst svona frekar upp með að vera að bjóða upp á drykki og svona taka þátt í drykkjumenningu. Þú veist, þegar fundir eru búnir, þú ert einhverju lokuðu rými, það er ekki líklegt að einhverju utan að komandi kannski sjáu þig, þú ert með öðrum sveitarstjórnarfulltrúum að þá einhvern veginn svona kannski finnst fólki einhvern veginn að geti frekar lefsir þetta eða eitthvað svoleiðis, ég veit það ekki. Einmitt. En mjög forvitnilegt að heyra sem sagt þín sjónarmið í þessu og fá innsýn í þessa veröld og þótt einhverju verði fúlir og allir að jaðarsetja þig fyrir að kjafta frá þá held ég að hagsmuninni séu miklu meira að því að við bara ræðum þetta opinskátt. Algjörlega. Þannig að Sanna Magdalena Mörtudóttir, kæra þakkir fyrir komuna til okkar. Takk fyrir. Og þá held ég að Gunnar Smári sé tilbúin með næsta kafla. Hann ætlar meðal annars að fjalla kyn. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.